Þetta svo skrítið, menn fyrst tölum við að engin aðlögun yrði. Síðan fórum tölum við að það var engar óafturkræfar breytingar. Síðan tölum við að það var engar grundvallar breytingar. Það var fyrst áttu enga breytingar. Þannig að menn eru múin að flýja á hverju skotgrunni fattir að það ekki talað þannig, eða skjólinu. Og allt þetta eins og þessi ósamræð viðst. Gögn Evrópusambandsins segja bara þetta gengur út aðlögun. Þetta bara þannig. Og eins og með unga fólki, þegar menn að tala það að þetta sé eitthvað fyrir það. Og svo les maður bara skýrslur í Evrópusambandsins, ég skrifaði til að það bara mjög ljót lýsing á stöðu ungs fólks á húsnæðismarkaði í Evrópusambandinu. Þannig að þetta ekki bara eitthvað að kíkja í pakkan og sjá hvað í boði og eitthvað kaffispjall. Við værum að byrja að gangi í Evrópusambandið ef að verið sagt hægt já í ágúst. Og þegar menn fullir að það eitthvað samkomulag hafi verið síðast að þetta yrði ekki aðlögun fyrir en eftir að samningur lagi fyrir og það hefur verið samþýttur. Það bara stenst ekki skoðun. Hjörtur J. Guðmundsson, þú kærlega velkomin. Takk fyrir. Hvað segirðu gott? Ég bara góður. Er það ekki? Jú, það mjög gaman þessa dagana. Já. Þú er náttúrulega búin að bíða eftir þessu. Sko, ég er rosalega gaman að ræða Evrópumálin og hefur kynnt mér þetta, stútir þetta í, síðan hefur tvítugt, það komin einhver aldarfjórðungur og ég fór nú á fund hjá utanríkismálanefnd Alþingis svona fyrir einhverjum vikum og notaði tækifæri og þakkaði ríkisstjórninni og sagði það, ég vildi nota tækifæri að þakka ríkisstjórninni og stjórnarmeirihlutanum og sérstaklega Viðreisn og Páll Bartoszek kunna vel að mynda það og fyrir að við sett á dagskrá því það er búið að vera mjög gaman mér sagði og eina slæmaði það ef það verið nei í ágúst að hætta jólin hjá mér. Síðan þið heyriði mér að losa spelkuna, ég náttúrulega sleit hásin eins og einhverjir hlustundu vita. Sko, þú ert á móti því að þjóðin fái að ráða. Þú ert á móti því að við fáum tækifæri, einstakt tækifæri til þess að segja já í ágúst og sjá hvað er í boði með því að fara inn í heilsteypt samtök sem að hafa í grunninn leitt okkur inn í nútíman með betra regluverki og betra fyrirkomulagi varðar sérstaklega opinbera rekstur og heilbrigt viðskiptahagkerfi. Þú vilt sjá til þess að við séum í spiltu fákeppnis viðskiptafyrirkomulagi þar sem að við fáum ekki í rauninni að njóta ágóða þess hvernig lífið geti verið og ég held að ef við segjum já í ágúst að þá getum við raunverulega kannski séð hvað unga kynslóðin getur, hvað framtíð þeir geta mótað og mótað sér sjálfur í kjölfar þess að við munum vonandi ganga inn í Evrópusambandið. Þetta er reyndar ekki mín afstaða en hverju myndirðu svara slíkri afstöðu? Það er margt sem kemur þarna fram. Fyrsta lagi eins og ég hef nú oft tekið fram að þá er ég ekki að móti þjóðargreiðslunni í eðli sínu. Þjóðargreiðslar eru náttúrulega lýðræðislegir í eðli sínu, það er ekki spurning og en það er kannski meira hvernig staðið að þessu og bara til dæmis eins og það að sem ég finnst ekki mjög lýðræðislegt eins og að setja málið, tala ekki fyrir þessu í aðdraganda þingkosningana, segja, eitt flokkurinn var á móti þessu, sagðist bara á móti og hefja þetta, annar hafði lagt þetta til hliðar samfélkingin og Viðreisn sló svona í og úr hvort þetta eitthvað skilyrði fyrir því að mynda ríkisstjórn. Síðan bara strax í kosningar þetta bara skilyrði að hálfa Viðreisnar fyrir stjórnarmyndun. Þetta finnst mér ekki með lýðræðislegt. Auðvitað er miklu heiðarlegra og lýðræðislegra að fara bara í kosningabaráttunni og segja við ætlum að gera þetta kosningamáli ef við verum kjörun og komast í ríkisstjórn þá ætlum við að setja þetta á dagskrá. En það var ekki gert og það er mjög einföld ástæða fyrir því, get ég sett þér. Og ég veit alveg hver hún er. Og það er svo að sumarið á undan þá var gerð skoðanakönnun af maskínu fyrir Evrópuhreyfinguna sem er nátengd Viðreisn. Stofnandi hennar fyrrverandi þingmaður Viðreisnar og núna aðstofamaður fjármálaráðherra Jón Steindór Valdimarsson. Þarna var spurt 6 spurninga, þar að 3 það hvort þetta væri mál sem væri líklegt til að skila atkvæðum í næstu kosningum. Og það er hvort að það tala fyrir slíkri þjóðargreiðslu væri ávísun á atkvæði. Aðeins 3 þessi spurningu voru birtar opinberlega niðurstöðna. Ekki hinar, ekki þessar 3 sem fjölluðu það hvort þetta væri vótvinnur en maður sletta þess. Það næsta sem við vitum að Viðreisn aldrei svona gera þetta mál ekki að kosningamáli. Það var ekki í kosningastefnu þeirra. Þó þetta hafi verið náttúrulega meginstefnunni, var ekki lögð áhersla og menn slóu í úr. Þannig að Viðreisn vissi það bara og fórustuminn þar að þetta væri ekki eftirspurn eftir þjóðinni. Og þessna var
þetta ekki sett á oddinn, en svo strax eftir kosningar og þá er þetta sett bara þegar kjósendur hafi ekki einhvern máli að segja að þá er þetta sett dagskrá og þannig að mér finnst mjög ólýðræðislegt að standa svona málum gagnvart kjósendum en þjóðaratkvæðagreiðsla sem slík í eðli sínu er auðvitað lýðræðisleg og ég hef ekkert á móti því að þjóðin segja álit sitt en ég finnst mjög einkennilega og ólýðræðisleg staða að þessu og mér finnst að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla ætti ekki að vera vegna þess hvernig var staðið að þessu að það var ekki staðið rétt að þessu og þannig að þetta er ekki að kröfu þjóðarinn eitt svolítið, það er alveg ljóst og augljóst að fórustum með viðreisnar gerði svo alveg grein fyrir því og ákvaði þá svona svolítið að ég blekki kjósendur bara hinnlega, svo maður bara segi það er ekki að kalla þetta annað En fyrir þá praktísku atriðin sko, þú ert búinn að vera andstæðingur ESB í mjög langan tíma Ég er andstæðingur þess að Ísland gangi Evrópusambandið fyrst og fremst. Já. Ég ætla ekki að ákveða fyrir aðrar þjóðir en ég tel ekki hagsmuni Íslands best borgið innan Evrópusambandið. Ok, en maður skjóta það inn í. Telurðu að hagsmunum annarra ríkja sé betur borgið innan ESB? Sko, auðvitað verið aðrar þjóðir bara að pæla í ákveða það fyrir sig. En ég er að spyrja þína afstöðu. Þú hefur pælt mjög mikið í þessu. Já, sko, ég hef ekki ágjörð því í sjálfu sér, ekkert svakalar að 1 milljón og 2 milljón þjóðir hagsmunum þeirra eða allan að 2 miljón þjóða. Það er nú alveg sýnt sem Íra til dæmis að þeirra var lent þó sem 5 miljónir rúmar að þeir nú gengi illa að standa vörðum sína hagsmuni eins og við sjáum í sjávarútvegsmálum og öðru gagnvart þessum fjölmenna ríkjum að því að mælikvarðinn er fyrst og fremst íbúafjöldin á áhrifum og vægi ríkja innan sambandsins. En þannig að ég hef enga sérstaklega áhuga á Þýskalandi eða Frakklandi. En ríki eins og Ísland með þetta fáum íbúum þegar það er mælikvarðinn, ekki bara eitt atkvæði, eitt ríki eitthvað svoleiðis eins og vennilega alþjóðasamstarfi, en það er Evrópusambandið komið langt út fyrir það að geta talist eitthvað skonar alþjóðasamstarf og markmiðið náttúrulega frá upphafi, alveg frá upphafi hefur verið að tilheyra í sambandsríki, það er bara staðreynd, það var bara lagt strax í Schuman yfirlýsingu 1950 sem lagði grunninn svolítið saman, að þá segja bara fyrsta skrefið er að koma kola og stálframleiðslu Evrópuríkja undir eina yfirþjóðlega stjórn en loka markmiðið þessi sambandsríki. Það er minna að tala það samt, það er alltaf meira að tala hitt. En þannig að ég hef miklar ágjörð af til dæmis bara stöð okkar inn í þessari aðstöðu, bara einfallega vegna þess að við myndum nánast ekki hafa neinn áhrif. Það er bara þannig, það er bara staðreynd. Því að ef við tökum bara dæmi, 2 helstu stofnanirnar þar sem að ríkin eiga sér fulltrúa, ráðherraráðið, sem er mörgum talið valdamesta stofnunin, þar sem að ráðherra ríkjana koma hver í sínum málaflokki, landbúnaðarmálum koma landbúnaðar, endar í sjávarútvegsmálum koma landbúnaðarráðherrar 5 landluktara ríkja Evrópusambandsins og hefðu meira okkar sjávarútvegsmál að segja en við, vegna þess að þetta er allt miklu fjölmennara ríkja við, nema kannski Luxemburg, sem er samt töluvert fjölmennara við, að þar myndi vægi okkar, þegar kemur að íbúafjölda, vera á við að 5% hlutdeild í einum þingmann á Alþingi. Ef við berum það yfirförum Alþingi. Það er aðeins skarað þingi Evrópusambandsins vegna þess að þar er ákveðið lágmark og þar fengjum við 6 þingmenn eitthvað vel yfir 700 og það er á við hálfan þingmann og menn getur bara rétt ímyndið sig hvað hálfur þingmann eða 5% þingmanni, hvað áhrif hann hefði á Alþingi. En þetta er sætið borðið eins og það er kallað. Þannig að ég hef bara miklar ágjörð af því að við förum inn. Við myndum ekki ráðan einu, við myndum bara valdið yfir nánast öllum okkar málflokkum, færið Evrópusambandsins og þetta er það sem við hefðum í rauninni það að segja. En þá myndi sko Pavel benda á, sem var hérna hjá mér fyrir ekki svo lengu, hann myndi benda á það, ég meina ok, kannski væru einhverjir aðrir en við nákvæmlega svona að stýra skútunni í þeim efnum sem Evrópusambandið skipti sér af, en hins vegar menn ef við tökum bara efnahagslegu málin efnahagsmálin segi ég, og þá við búin að horfa upp á þann veruleika nú mjög langa tíma að við þrátt verið það að við segjum alltaf við sjálf okkur að við getum alveg stýrt þessu og við getum séð til þess að þetta verði betra, þá einfallega gerist það ekki. Þannig að þeir sem að færa rauk fyrir Evrópusambandinu segja já ok, við myndum aðeins missa tökin, en ég meina er þetta einhver svona tök sem að við viljum endilega hafa með þessari veiku krónu sem að er endar ekki veik í dag en hún er aftur á móti sveiflukend og við myndum þá búa við miklu stöðugra viðskiptahagkerfi þar sem að við getum verið að laða til okkar erlenda aðila sem að geti þá komið hingað og jafnvel komið inn með lán og fleira, vextir myndir lækka og fleira. Væru við ekki samt að horfa á það, eða þyrftum við ekki að horfa á þetta út frá þeim sjónarmiðum að já, þó við verum að tapa einhverjum ákveðnum hlutum og þá erum við bara eins og smábær
sem eigum kannski ekki endilega að vera með okkar eigin peningastefnu og við höfum náttúrulega bara sýnt það að við hækkum hérna launum 10% í 10% verðbólgu, þannig að við höfum bara sýnt fram að það að okkur ekki treystandi, við getum ekki haldið á þetta, þú veist, það eru náin tengsl, það eru mikil svona fræntigli og fleira sem að spila inn í og við þurfum í rauninni bara að komast undir miklu stöðugra hagkerfi þar sem að við erum í samfloti við styrkari þjóðir með svona sömu lýðræðishugmyndir og við. Þú ferðið svo margt að það er svo það er svo margir punktar í þessu sko, fyrsta lagi bara efnahagsmálin við skulum hafa það í huga í fyrsta lagi menn tala stöðuleika innan Evrusvæðisins og Evrópusambandsins. Þessi stöðuleiki heitir réttu nafni efnahagsleg stöðnun. Það hefur bara nánast ekkert verið að gerast þarna áratugum saman og þess vegna eru vextinni fyrst og fremst lágir af því að hver er tilgangunum fyrst og fremst með lágum vöxtum? Það er til þess að reyna að koma hlutunum í gang á sama tíma hávextir eru til að reyna að slá á þenslu fyrst og fremst og þetta lesa bara skýrslu Mario Draghi fyrrverandi seðlabankastjóri Evrópusambandsins þessi mál sem að koma út 2024 fyrir sambandið, það sem er bara fjallað það hvað þetta er bara gríðarlega alvarlegt staða í efnahagsmálum Evrópusambandsins, það sem að hann segir til dæmis bara framleiðni, ef menn tekst ekki að auka framleiðni sem hefur bara verið sára lítil árum saman, að þá sé það bara tilvista mál fyrir Evrópusambandið. Það sé bara snýst það að menn geti bara fjármagna velferðarkerfi eða stríkin þetta í Evrópusambandinu. Ef þú ert með stjörnu í rúðinni eða þarft að fara gegnum einhvers konar bílrúðu athugun þá ferðu að sjálfsögðu á polsen.is. Ég prófaði þetta sjálfur, var með stjörnu í rúðinni og fekk bílinn eftir örskamma stund og málið dautt. Ofan á það að veita úrvalsþjónustu í þeim efnum getur þú einnig fundið hið ýmsa á vefverslun þar sem bæði eru seldir varahlutir, ljósabúnaður, ferðavörur fyrir bílinn, reiðhjólavörur, smurefni og margt fleira. Þannig að ef þú ert að drolla við viðhaldið eða bílrúðuskiptin þá mæli ég bara með því að þú hættir því, farir hann á polsen.is og letir klára málið í dag. Hann meira sem bendir á þetta því ég ætla líka að auglýsa það, ég er að gera þætti þessa skýrslu, bendir meðal annars á það að þetta sko þyrfti svona fjárfestingakraft á við tvöfalda Marshall-aðstoð sko. Já, og þetta eru bara svona toppurinn á ísekanum hver alvarleg staða efnahagsmála er í Evrópusambandinu. Það er ástæða fyrir því að Evrópusambandinu tala aldrei annað en vextina. Þeir tala ekki hafðist, tala ekki framleiðni með neyðist til þess. Þeir tala ekki atvinnuleysið. Af því að þeir eru að reyna, og mér finnst þetta mjög ljótur leikur að vera að gera í rauninu út á erfiðleika fólks hérna á Íslandi í dag sem er að reyna að borga lánunni sín og svo framvegis. Gera út af það með einhvern gillibóðum það að einhver lágir vextir á Evrópusvæðinu. Og það sé veifa því svona framan í fólk sem er í erfiðleikum. Mér finnst það mjög ljótur leikur þegar menn vita það að þetta er ekki birtingamind heilbrigðs efnaástands á Evrópusvæðinu. Þetta er einmitt birtingamind þessa stöðnunar sem hefur verið í gangi þetta lengi og við skulum ekki gleyma því til þess þegar menn tala krónun og gengisfellingar að það eiga sér staði gengisfellingar á Evrópusvæðinu líka. Það eru bara öðruvísi, það eru innri gengisfellingar að því að þú getur ekki fellt gjaldmiðil þá þarf það að taka það út eitthvað annars þar og þá þarf það að fara í miklu meiri niðurskurð, það er miklu meiri atvinnuleysi en ella og það kemur jafnvel til launalækana, allan að launalækana til þess að bara bregðast við að þú getur ekki lækka gengið og það kemur líka til þess miklu meira mæli að fólk þarf að flytja á landi mögulega til þess að finna vinnu ekstra annars þar og það var nú þarna á fundinum þessa gjaldmiðla skýrslu þarna á sínum tíma núna daginn að það fór það nú víða internetið þegar Gylfi Zoëga hagfræði prófessor var að bara gera hálfpartinn grína því að það var bara fínt að þurfa að fara og búa erlendis og eitthvað og allir gott að því og svoleiðis og það var bara, menn bara hlóa að þessu þarna í þessu. Já, það var svolítið sérstætt sko. Það var rosa sérstætt. Eins og bendir á sko að þetta er bara eitthvað svona lærdómsríkt ferli eins og þetta væri einhver táningur að skella sér í heimsælis. Já, þegar þau neyðast til að flytja úr landi og rífa sér með rótum börnin og allt þetta að því þú fær ekki vinnu og það sé bara einhvern veginn bara og svo sagði hann, já, er nú verða kannski að fólk neyðist þess en það er bara þannig og það er bara svona og eitthvað. Ég meina, þetta er ekkert grín. Ég meina, við lendum í hruninu og fólk flutt úr landi en það hefði verið miklu meira ef við hefðum ekki getað fellt gengið eða gengið sem fellt fjall bara sjálft. Það var ekki fellt, það bara tók með að stöðun í hagkerfinu. Það er það sem krónan gerir. En ef með gengið fast í rauninni sem er í eðli sínu það og tekur bæruna að þá koma þessar sveiflur fram einhvers staðar annars staðar. Það hverfi ekkert.
þá bara þarf að koma þá finna menn bara fyrir því annars staðar og það hefur líka verið bent á það að það sem að krónan gerir í rauninni að það verður með sín eigin gjaldmiðil að það hún dreifir áfallinu í staðin fyrir að ef þú ert með fastgengi að þá lendir það verst á ákveðnum hópum og það yfirleitt þeir hópar sem hafa það verst þeir koma verst út úr því og ég hef nú haldið til þess að vinur okkur á vinstrivægnum að þeir ættu nú að vera ánægði með það allir í samfélíkun annars staðar að það væri þá betra að vera með fyrirkomulega það sem að þetta væri svona eitthvað jafnað út frekar en að þeir sem að stæðu höllustum fæti að þeir tækju fyrst og fremst skellin þannig að allt þetta tala að þessi grasi sér grænandi hinn menn þetta er bara ekki rétt, þetta er bara langt og eins og með unga fólkið þegar menn að tala það að þetta sé eitthvað fyrir það og svo les maður bara skýrslur í Evrópusambandið, ég skrifaði til mjög mokkanum bara fyrir vikun eða núna fyrir nokkrum dögum, að það er bara mjög ljót lýsing á stöðu ungs fólks á húsnæðamarkaði í Evrópusambandinu og það er ekki síst vegna þess að laun til dæmis þeirra lágu launum, þeir með óöryggri vinnu þegar erfitt með að komast í gegnum greiðslumat, ekki síst út af því og laun hafa ekki hækkað samhliða verðbólgu og hækkunum á fastamarkaði sem hafa ekki verið minnið þar en hér. Það er mörgum tilfellum bara þrefaldast húsnæðisverð og svo framvegis. Þannig að eins og þetta er reyndar, svo ég skjóti inn í líka hérna, þegar ég er að lesa núna bókina Eurotragedy eftir hann hérna, Askhoff held ég alla stórumir, en hann allavega bendir á það sko að sem hefur verið sérstaklega slemt í Evrópu er að þeim náttúrulega og þetta var náttúrulega eitthvað sem var rætt í uppafið, þú talar Schumann skýrsluna og fleira, að þá var hugmyndin svo að fólk myndi tengja meira við sitt evrópska einkenni frekar heldur en sitt svona þjóðareinkenni og mjög skiljanlega og þetta kemur náttúrulega strax í kjölfar seinni heimsstyrjaldarinnar sem að olli náttúrulega miklum hörmungum fyrir bara fjölda fólks og hann einmitt bendur á það að það var mjög skiljanlegt að þú veist þetta hafi verið hugmyndin hins vegar tókst þetta projekt ekki og þeir fóru í svolítið svona eggið hænan hugmyndir það hvernig væri best að beita sér í þessu hvort að sameiginleg svona gjaldstefna sem að kemur náttúrulega ekkert fyrir en 40 árum síðar þrátt fyrir það að það var komnar upp svona hugmyndir sérstaklega upp svona 70 þá voru þeir byrjaðir, það er Werner skýrslan sem að fjallar nákvæmlega þetta þar sem að þeir voru að takast á við það sko hvort að sameiginleg myndi auka þjóðareinkenni eða hvort að þjóðareinkenni þyrfti að vera fyrst fyrir hendi og það fjallar alveg vel í þessari bók hvernig þeim tókst að leysa hvorugan vandan áður en þeir fóru lengra og þess vegna eru svo sterkar hugmyndir það að auka við þessar sambandsríkja hugmyndir út af því að þá er þetta meira eins og Bandaríkin þar sem að þeir bara treysta dollarann og já, Texas, í Texas eru Texans og í New York eru New Yorkers en fyrst og fremst þá eru þeir Amerikanar og þetta hafi ekki tekist í Evrópu, mun örugglega ekki takast í Evrópu en þeim náðu aldrei að leysa hann vanda og einhvern veginn stukku í djúpulögina án þess að kunna synda sko. Það er alveg þannig og það er sko, þetta er bara, það hefur sko, þetta er náttúrulega mjög áhugavert af því að sko fyrirmyndin að Evrópusambandinu er í rauninni Belgía. Belgía verður til þessi ríki eftir Napóleónsstyrjaldirnar sem svona artificial state sundur sagt, eða svona að því leyti að í þeim skilningi að það voru þarna rauninni tvær þjóðir. Við vorum með Vallona í suðri, við vorum með flæmingja í norðri. Flæmingjarnir eru náttúrulega að tala flæmsku sem er náskild hollensku og sem vilja minna að sé bara samtungumálið á meðan Vallonan tala fransku. Það eina sem samin þetta fólk á sínum tíma var í rauninni það að allir voru katholíkar á meðan hollendingarnir voru mótmælendur tópa og frakkar katholíkar. En hugmyndin var að búa til svona buffer. Það er að segja eftir Napóleónsstyrjaldirnar, Bretar vildu fá það til þess að tryggja að ef hann frakkar fyrir aftur að velta fyrir sér innrás í England að þá er þið fyrst að fara þarna yfir. Þetta er svona þekkt hugmyndir sem með Rússa og Austur-Evrópu og svona og það allt að hafa þarna ákveðin svona buffer eða ef að færa ykkur að hugsa einhver innrás. Og það var líka leyst með ákveðin lausn í þessu pólitísk lausn varandi það að það hafði sem sagt þýskur prins, sér Leopold hafði gifst breskir prinsessu og sem að var sem sagt átti að taka við völdum í Bretlandi en hún deyr síðan áður en það gerist
og þá var þetta svona skaðabætur eða hvað hann kallað, svona bætum það upp að hann að gera konungu yfir Belgíu. Hlaðvarpið eins og þið vitið í samstarfi við harðfisksverslun Hrafnadals. Nú ég búinn að selja töluvert af þessum gæða harðfisk og hafa viðtökunar verið hreint út sagt ótrúlegar. Þetta valsað upp á gamla mátan, sjósaltað og kemur til þín ferskt. Nú býð ég bæði upp á ísu og steinbít sem kemur á roðinu, alveg eins og þú vilt hafa hann, þurrkaðan að sjálfsögðu í vestfirsku fjallalofti og eins og ég segi, viðbröðin hafa verið vonum framar þannig að ég þarf ekki einu sinni að vera í neinni væntingastjórnun. Sendu e-mail á hrafnadalur@proton.me en hlekkin og verðupplýsingar má einnig finna í lýsingu á þessum þætti. En síðan gerist það bara að trúin verður miklu minna samningartákn, bara eftir henni líður á, skiptir ekki eins miklu máli fyrir fólk og það sem þið gerði í rauninni var að til að halda ríkinu saman að búa til mjög öflugt velferðarkerfi. Þannig að til þess að gera sem sagt í rauninni fólkið sem sagt íbúana sem sagt þeir sæði sér persónulega hagið því að ríkið áfram til. Þetta var í rauninni bara top down, búið til þetta ríki og síðan viðhaldið. Síðan hefur það svona breyst þetta mjög áhugaður saga því að upprunlega þannig að valunni ríkari hlutina því það mikið landbúnaður og síðan verður iðnbyltingin en hún gerðist fyrst og fremst í Flæmingjalandi og síðan hafa verið svona þau sjónarmið í norðurinu að þeir væru að halda uppir valunum og þessna það hefur ítt undir þessar sjálfstæðishreyfingar sem hafa verið og vilja bara að Flæmingjaland verði sjálfstætt og þau eru ekki að halda hínum upp lengur og staðar þannig að það ekki til neini belgíski stjórnmálaflokknum, það eru vallónskir sósíalistar og svo flæmskir sósíalistar og svo framvegis. En þetta svona fyrirmyndinu inn að Evrópusambandið sem að valdi kemur á ofan og það bara ákveðið eitthvað ofan að það að vera til eitthvað svona Evrópusambandsríki eða eitthvað svona batteri yfir þjóðlegt en íbúarnir eru svona, þetta er ekki komið þaðan frá íbúunum. Þannig að Þetta er náttúrulega ekki líka meinfísni út af því að þetta og eins og ég var að fara yfir aðan, að þá þetta til þess að takast á við innbyrðis átök og þetta er rétt hjá þeim sem að tala fyrir aðild að þetta hafi leitt til þess að það hafi verið meiri svona sammenning þannig og minni stríð. En aftur á móti hefur praktíski hlutin í viðskiptamálunum og fleira, það hefur ekki gengið eftir. Sko málið það að ég leiði mér að fullera það að Evrópusambandið og forverðar þess hefði aldrei getað komið í veg fyrir stríð í Evrópu. Aldrei nokkuð tíðan. Fyrstulega var náttúrulega fyrst og finnst bara Vestur-Evrópa því að hitt var náttúrulega kaldstríðin undir kommunistunum. En það kom ekki fyrir en í eftirseinna stríð. Já, og ég að meina þegar menn haldaði fram að Evrópusambandið að þessi og forverðar þess Evrópusamrun hafi komið í veg fyrir stríð í Evrópu. Þá er ég kannski að tala það sko þegar menn halda því fram. Nei, en okkur að segja að það hafi ekki komið í veg fyrir stríð. Það hefur ekki verið ríkt mikið stríð í Evrópu fyrir... Nei, en þú veist til þess að ég hef alltaf sagt að ef það kæmi einhver aðiliti valda í einhver öflugu Evrópuríki sem væri alveg sama viðskiptahagsmuni þá myndi eins og bara Hitler á sínum tíma. Það voru blómlega viðskipti milli Fraklands og Þýskalands bara meðan þýski herinn var að rúlla inn í Frakland. Það er meiri segja hergögnum. En ég ætla að láta aðeins reyna á þessa hugmynd út af því að ég meina Evrópa svona saganari þyrnum strjáð, sérstaklega svona í kjölfar svona 1648 og upp úr, þá mikið að styrjöldum mjög oft og víða og það að það hafi ríkt svona mikill friður í Evrópu, allt bara til Bosníustríðana og í Kosovo og fleira sem náttúrulega langt austan fyrir það svona grunnhugmyndir Evrópusambandsins. Menna það skrítið að fullera það að segja að þetta kom ekki í veg fyrir neitt. Þannig að það ekki fyrstulega ekki hægt að segja það. Já, ég meina við getum ekki prófa þetta. En staðreyndin svo að þú nefnir Bosníustríðin. Þá ætlaði Evrópusambandið einmitt að sýna fram á vald sitt í þessum og mátt í þessum efnum. Þeir fóru þarna, ætlaði að stilla friðar. Þeir runnar að sem það, við það kalla á NATO og Bandaríkin. Að þeir gátu það ekki. Ef þetta hefði gerst einhverstaðar í Evrópusambandinu, það hefði ekki komið með fyrir. Og það sést nefnir núna með Putin. Putin kemur, hann náttúrulega ekki innan Evrópusambandsins, en hann samt í Evrópuríki sem miskostar hluta, að honum alveg sami viðskipti. Og menn hafa bara sagt þetta, en Sanna Marín þegar hún fórstræða Finnlands, hún sagði bara, við bara miskildum, við heldum að bara sem mest viðskipti, að það myndi komið veg fyrir stríð. En hún bara sama sá. Og þetta nákvæmlega, þegar ég las þetta bara, þetta
þetta er það sem ég er búin að vera að segja þú veist, þú veist fyrir utan það að Putin var búin að stilla þess þannig upp að hann var búin að draga úr viðskiptum innflutningi frá Evrópu en auka útflutningin til þess að þannig að þetta var ekki einu svona jafnvægi í þessu en það sem að tryggði friðum fyrst og fremst í Evrópu á eftir seinni heimsstyrjöldina var fyrsta lagi NATO öflugur bandarískur her í Evrópu og sameiginlegur óvinur í austri það var leið og kaldastríð á lokið þá fór að vera meira svona ívingar á milli Evrópuríkina við vitum alveg hvernig það er að þegar menni er sameiginlega óvin það þjappa mönnum saman besta dæmið kannski þegar borgarastríð var í Kína þjóðirnir sinna og kommunistar að berjast og Japanur ætlaði að nýta sér tækifæri í árunum fyrir skammi fyrir fjórðartugnum og réðust inn í Kína og töldu að það væri bara þeir var að ráðast á sundraða þjóð og þá bara snéru kommunistarnir og þjóðirnir sinna börguð saman og voru þá bara Kínverjar og börðust gegn þessum innræðsherr þannig að það má ekki vanmeta þetta sameiningarafl sem felst í því að það eru öflugur andstæðingur í austri sem að þjappa mönnum saman en eins og ég segi Evrópusandi hefði ekki til að koma í fyrir það að ykkur hefði bara ákveðið mér alveg sama viðskiptahagsmuni það hefði ekki komið í fyrir frekar en þjóðabandalagi komið í fyrir að Hitler hefði seinni heimsstyrjöldina Já, ég reyndar held að hann hafi einmitt verið að hugsa viðskiptahagsmuni þegar hann einmitt ræðst inn í Krímeuskagan 2014 eftir appelsínugulubyltinguna út af því að ef að þeir hefðu ekki haft aðgang að Svartahafinu að þá hefðu þeir ekki og þetta kemur það er þetta svolítið annað kannski en þegar þú ert í viðskipt við Evrópusandið það er raunin ekki að kaupa næsta Evrópusandið sem þannig þú veist á meðan Evrópusandið var í alltaf stöðu þau eru að kaupa olíu og gas af Rússlandi sem er mjög mikilvægt grundvallar hráefni sem þú þarf til þess að knýja iðnaður svo framvegis ég meina á meðan var Putin að vinna í því að gera Rússlandi sjálfbært sem mest og ég meina fyrirtæki hér á Íslandi sem voru að sjálfreiknu væða fiskvinnslur í Múrmansk, það var liður í því að gera þeir geta unnið þetta sem mest sjálfur innanlands, sérstaklega þessi grunn hluti sem matvæli og annað sem að þeir þurftu einmitt til þess að vera undir að búnir að fá á sig viðskiptaþvinganir. En Putin allar sann líka nýtti sér viðskiptahagsmuni í Evrópu með því, við vorum bara að ljúga því sjálfum okkur að rótrúlega fyndir endur að fylgjast með núna þegar Hormúzsundi er lokað. Það er allir vinstri með brjálæðir yfir því að orkuverð sé að rísa og fleira. Fyrir 20 mínútum vorum við að tala um að útfasa olíu og að þetta myndi ekki vera neitt stress og Angela Merkel náttúrulega með því að loka kjarnorkuverunum og fleira kom náttúrulega Evrópu í þá stöð að Putin gæti nýtt þennan veika blett Evrópu sko. En það er líka mjög áhugavert hvernig þetta er með þetta með Rússland og Evrópusambandið og það allt að sko í áratugi voru Evrópuríkin, ekki sérstaklega Þýskaland, að kaupa olíu og gas frá Rússlandi og menn held að þeir væri með því að mynda að tryggja eitthvað frið með því að það er bara svo miklu viðskiptahagsmunir en svo eins og ég segi, svo voru þeir ekki endilega aflega á pari en og svo bara koma menn eins og Wolfgang Schäuble sem var fjármálaráðherra og utanríkisráðherra í tíð Merkel og sagði bara, við höfum bara rámt fyrir okkur. Já. Af því að sko, og það núna hefur komið fram sko að þeirra bara viðurkenna, Josep Borrell, utanríkismálaráðherra Evrópusambandsins, sem að segir bara strax eftir innrásina í Úkraínu, að þeirra hafa bara fjármagna stríðið, þeirra bara fjármagna rússneska herinn. Og gerða það líka langt inn í stríðið, sko. Eru enn að því. Já, eru enn að því. Þeir eru ekki hætta því fyrir næstu áramót. Og það sem meira er, Evrópuríki er að hamstra rússnesk gas núna, hljóðlandi gas, áður en þetta var endalega skrúfað fyrir þetta. Og þeir ætluðu að gera það næstu áramót, en vegna þrýstignu á Bandaríkjunum þá var það flýtt ár. Þannig að og það sem meira er að það var lettnesku þingmaður sem að talar sem er í stæðstæð þingflokknum á Evrópssambandsþinginu, EPP, European People's Party, sem að segir í myndbandi á heimasíðu þingflokksins í nóvember síðastliðnum. Og hún sagði, við erum búin að greiða jafn mikið til Rússlands 220 milljarða evra síðan frá innrásinni og það hefur kostað rússneska herinn stríðið í Úkraínu. Þetta er snar galið.
Þetta það sko. Hlaðvarp í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það ekki hægt að setja verðmið á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því mikilvægt að huga að báðu og það nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fosshálsi 13 en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is, græja þetta fyrir þig. En þetta leiðir okkur reyndar aðeins aftur inn á brautina sem við ætlum að einbeita okkur að, sem Evrópusambandið. Þó svo ég meina þessi útlur samt góður sko, því ég meina sérstaklega út af því að þetta sett í mikið samhengi við Pútín og ég meina magna viðtal til dæmis við hann Tucker Carlson, þegar Tucker Carlson fer að tala við Pútín og það náttúrulega Pútín eins og þú segir sko, ekkert endilega að ræða viðskipti, þannig með bara svona Pétur Mikla hugmyndir það hvernig Rússland eigi að vera. Bara Rússlands heimsveldi og bara þegar það var hvað staðist. Já. Kannski vilja Alaska líka, ég veit það ekki. Já, örugglega. En ef hann fengi einhver það ráðum. En reynda það. En eins og á þessum nótum sko, þetta dregur okkur aðeins aftur inn á sko Draghi-skýrsluna sem að mér finnst vera svona helsta forsendan fyrir því og eins og ég hef lýst í þessum þætti þá ég búin að vera svona smá volgur gagnvart Evrópusambandinu. Ég vilja taka bara mynt. Ég reyndar pínu hlindur því ennþá, reyndar aðeins á öðrum forsendum en ég var áður og hélt einmitt að evran myndi koma til með að vera jákvætt skref fyrir Ísland þó svo ég telli það ekki í dag, bara til að fá svona stöður og umhverfi. Og eins og þú segir skilur þá það, í sumum tilfellum það bara stöðnun. Það og það ákveðin stöðuleiki felst í stöðunum, ekki sérstaklega æskilegur. Nei, og sérstaklega ekki í dag í þeirri tæknibyltingu sem við erum í dag. En út af Draghi-skýrslan sko útlistar þetta svolítið að samkeppnishæfnin sé einmitt orðin slæm og það sem að mér finnst þetta að vera bara svona neyjarnir fara alveg stundum í töðunum á mér út af því að þeir eru einhvern veginn bara allt hræðilegt en ég einhvern veginn svona hugsa ok, Evrópusambandi við erum að taka inn 15-20% af þeirra reglum svona reiki hvað fólk segir sumir segja 80% en það allavega ekki það stenst ekki skoðun en það sem að mér finnst svo sérstakt í þessu að Evrópusambandi og Draghi-skýrslan segja sjálf og Enrico Letta segir þetta líka með innri markaðinn að þeir eru orðnir ósamkeppnishæfir og til þess að leysa það þá þurfa að vera ennþá meira af því sama sem að koma með það alltaf lausnin, meiri samruni, meiri reglík og ég einhvern hugsa með mér að núna þegar við erum með gervigreindina og fleira sem að koma með miklu offorsi bara inn á alla markaði og mun koma til með að umbreyta okkar tilvist held ég held að enginn getur séð fram í það hvernig það mun koma til með að líta út að þá erum við að taka upp sama regluverk og þeir segja sjálfur að hafi leitt á í þessu stöðun. Nákvæmlega. Það fyrir mér einu rökin sem að skipta máli. Og það röglega fullt af öðrum rökum með já og með nei en þetta það eina sem ég finnst að við ættum að pæli. Sko, af því að ég ætla að fá að koma aðeins inn á þetta með rússneska gasið og það allt, af því að ástæðin fyrir líka að ræða það að þetta ekki beinlýsti mark góða efnahagstjórnun. Að menn komi sér í þessar og seti efnaðarlega öryggi Evrópusamband sér fullkomi uppnám út af því að með því að gera sér algjörlega háð rússneskri orku. Ég meina, þegar þjóðir að byrja þessu 1970, gerðu fyrsta samningin í Sovétríkin, að þá vöruðu bandaríski embættismenn við þessu, sagði bara, þetta nú ekki gott og þeir þjóðir að segja, við verum aldrei með mestalega 10% háðir, eða 10% hlutdeild háðir rússneskri orku og svo var þetta komið upp í 30-40%. Og tvær stórar leiðslur og mér var að byrja að gera meira. Þetta svo að halda þetta lið sér treystandi fyrir efnaðismálum Íslands. Við hefum gert alls konar mistök, við hefum ekki gert svona stór mistök, en ég líki þessu líka svolítið við þegar barn fer að heiman. Ég meina, barnið fer að heiman, það mun gera alls konar mistök, það mun reka sig á, en maður vonast til þess að það muni sem almennt plumma sig ágætlega. Við hefum gert alls konar mistök, en við höfum samt tekist með þennan handónýnda gjaldmiðil eins og sumir segja að komast í þá stöðu að vera eitt ríkasta land í heimi. Og það nú bara ansi gott.
þó við höfum gert alls konar mistök á leiðinni, við höfum gera fleiri mistök, en eigum við að líta svo á ef að börnin okkar þegar fara heiman, ef að þau mun ekki bara alltaf mastera allt, að þá verður bara að vera áfram fóreldrahús. Þau munu reka sig á en vonandi og læra því, og við höfum, ég meina ástæðan fyrir því að við erum í vandræðum, eða þú veist, höfum verið í vandræðum með peningamálin, það hefur verið ekkert með krónun að gera, það hefur verið bent á það, til dæmis að Ólafur Margeirsson í hagfræðingi sem er sjálfur hlynntur þessu að það verið samþykkt í þjóðarakvæðinu að fara í þennan leiðangur. Hann hefur bent á það að til dæmis ástæðan fyrir virðir rítun krónunar, það er fyrst og fremst vegna þess að það hefur búið til allt og mikið en ekki tíðina. Hann taldi eitthvað 211 miljardar aukning í krónum í umferð síðan hún var sett á laginnar einhvern tíðan í lók 19. aldar. Það er langt umfrá þessu hagkerfi við stækkað. Ég held að hann skrifa þetta í upphafskaflanum á bókinni sinni Peningar, svo við plöggum henni nú. Nákvæmlega, þú veist og meina, þú veist, bara mjög góð rök þar sem hann færi fyrir því að þetta sé umgerðin sem hefur verið sköpuð í kringum gjaldmiðil, ekki gjaldmiðil sjálfur. Ég meina, hann nefnir það til þess að það er sára lítil fylgni við því að litlir gjaldmiðlar, fyrst að menn segja að það sé ástæðan fyrir því að þegar vera háa vextur að það haldist í hendu við háa vexti til dæmis. Það bara er sára lítil fylgni. Þannig að þetta er ekki eitthvað sem óhjákvæmilega fylgir litlum gjaldmiðlum, þetta er eitthvað annað. Og það er bara, til dæmis, þetta er bara hagstjórnin. Og meira þess að Gylfi Magnússon, sem hefur nú verið mikill ESB sinni, sagði fyrir árinni í samtali við DFF eða hlaðvarpið þar, að það væri ekki gjaldmiðlur rauninni, það er bara hvernig það verið haldið á málum. Og það breytist ekki við það að gangi í Evrópusambandinu. Það sem meira er, ef við tökum fastgengisstefnu, þá þurfum við að treysta enn betur á stjórnmálamennina að þeir haldi vel á spöðunum. Að þeir eigið ekki umfram, of miklu í aðrandi kostingum sem er lofurðum, að þeir taki skynsamlega ákvarðanir. Og hvað gerist á Grikklandi til þess í rauninu? Að þeir voru búin að fóru að lána fyllir í út af þýskan trúarleika. Af því að þeir voru með þá gætu þau tekið bara þeir voru starri hluti að Evrusvæðinu, að þá gætu þau tekið bara ódýr lán og menn fóru bara fyllir í. Þú veist, ég var treysta íslenski stjórnmálamönnum. Og er enn að býta nálunni. Já, algjörlega. Við tókum dífu og fórum upp strax bara vaff dífu þarna, en hinn eru ennþá í spennitreyju að jafna þessi eftir þetta dæmeri. Og það sem meira er, fyrst við tölum Grikkland, það hefur sagt að þeir hafi svindlað sína Evrusvæði með falsa bókhaldið. Og það var bara fjallað í fjölmiðlum á sínum tíma, der Spiegel til dæmis fjallað það í Þýskalandi, að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, eða ríkisstjórnin sem ég kalla, vissi á þessu. Eurostat, Hagstofa Evrópusambandsins varaði við þessu. En þeir bara, það var bara hugsun, pólitík, fó Grikkin í Evrusvæði, menn vissu alveg að því að þeir fengi Goldman Sachs í að hjálpa sér að fegra bókhaldið. Já, það er til heimildamindir þetta, þar sem að meðal annars tekið, ég heldur sé þýsk heimildamind sem ég horfði einhvern tímann á, sem að kom þannig stuttu fyrir hrun, þar sem að þeir voru einmitt að segja hvernig hagvöxtur hefði í rauninni minnkað í Þýskalandi út af lánafyllir í annar staðar, sem að væri, ég man nú ekki nákvæmlega hvernig þeir listuðu þetta upp, en allavega að þetta lánafyllir hefði valdið því að þeir varu í mjög skrítinu stöðu í Þýskalandi gagnvart gjaldmiðlunum og hvernig hægt var að halda utan með það. Og svo náttúrulega kom hrunið. Ja. Og þetta er, ég segi bara aftur, er þetta fólki sem ættir að treysta betur til þess að halda utan með efnahagsmál Íslands? Þú veist, fyrir utan það að við getum ekki rekið þetta fólk. Þetta er ekki fólk, við, eins og ég segi, við hefðum sáralítið vægið þarna, þeir sem myndu ráðferðinni væru fyrst og fremst stjórnmálamenn annarra landa, sem væru fyrst og fremst að hugsa hagsmuni sinna landa, embættismenn Evrópusambandsins sem myndu alltaf forgangsröða öðrum hagsmunum okkar og þannig að er ekki betra þá að hafa okkar stjórnmálamenn sem við kjósum, getum það refsað, rekið, hvað sem við gerum það ekki, það hefur satt valdiðs í kosningum og frekar en að þurfa bara að vona að einhverju stjórnmálamenn og embættismenn út í Evrópusambandinu taki einhverja skynsamlega ákvarðanir, þegar við myndum ekki verið í bílstjórasætinu. Við myndum bara vona það að ákvarðanir sem við tekna þar að það myndir samræmast okkar hagsmunum og bara tökum dæmi, það er versta staða sem að ríki getur verið innan Evrópusambandsins er fámennt ríki á jaðrinum, ríki sem hefur sáralítið vægi en hefur alls konar sér hagsmuni. Meira að segja Bretar, það voru gera rannsóknir áður en þeir fóru út úr Evrópusambandinu sem sýndu fram að það að í langflestum tilfellum þar sem Bretar voru á móti ykkur
þú veist, bara þingmenn Breta og flokkum bara upp til hópa á móti eitthvað málum í Evrópssamþinginu, að þá eru þeir samt þurftu þeir innleiða því að þeir eru í minnihluta samt með 60 milljónir og sama í ráðherraðinu, þeir eru bara ítrekað í minnihluta, af því að þeir eru með aðra hagsmuni en til þess Þýskaland og Frakkland og þessi meginlandsríki sem að tóku sig bara saman og talandi um það að þá hafa Frakkar og Þjóðverjar allt frá 7. áratugnum og síðast aldar tekið sér saman fyrir fundið þegar málur eru tekin fyrir í ráðherraðinu og svo framvegis, samræmt sína afstöðu og þar alveg í rauninni nánast ráðið í hver niðurstaðan verið, allan haft mjög mikið að segja. Fámenn ríki að kvartaði þessu að þar með væri rauninni búið að taka ákvörðun. Núna gerðist það í janúar að þeir eru búin að stækka hópinn. Það eru komin 6 öflugustu hagkerfi Evrópssambandsins. Það er Þýskaland, Frakkland, Ítalía, Spánn, Pólland og Holland og þeir eru farin að hittast núna síðan í janúar fyrir áður málur tekin fyrir á vettvangi Evrópssambandsins, samræmi sína afstöðu og þá er rauninni ekkert svigrúm fyrir önnur ríki. Pilsa er ekki eins þegar hún er ekki frá bæjarins bestu pilsum. Það vita það allir sem að hlusta á þetta hlaðvarp að þegar þú ert að fá þér pilsu þá ertu í grunninn að horfa á tvenns konar upplifanir. Það er annarkvort svo ánægja sem fylgir því að vera að borða bæjarins bestu pilsu eða svo vonsvikni sem að fylgir því að vera að borða pilsu sem er ekki frá bæjarins bestu pilsum. Og það vita það í rauninni allir að það er þessar tvær upplifanir sem við erum að horfa upp á þegar við erum að fá okkur pilsu. Því mæli ég með því að þú skellir þessu hlaðvarp í eyrun, farir á næsta sölustað og fá þér tvíhlaupu ásamt einhverju góðu að drekka. Nei, þetta er þetta hliðarsamband sem er í bígerð, já, ég er einmitt búin að heyra þessu. En hérna, svo höldum vel á spöðunum, það er bara tvennt sem ég langar að fara yfir sem að mér finnst vera, það er annars vegar þetta, að samkeppnishæfnin er að verða verri og þeir virðast ekki ætla að leysa það með skynsamlegum hætti. En svo er það annað sem er í rauninni nátengt og það er þetta með nýsköpun og mér finnst reyndar vera held ég skrýtnasta sem ég hef heyrt jásinnan að segja er að ekki bara sé nýsköpun í lagi í Evrópusambandinu heldur að það sé bara orðið fýsilegt að vera með nýsköpun. Svo tala ég við fólk sem er að vinna í nýsköpunargeiranum og það kannast ekki við þetta og eiginlega bara þvert á móti. Ég meina, talað um Draghi-skýrsluna, þá kemur bara skýrt fram þar að þetta á bara mjög undir högg að sækja innan Evrópsambandsins og fyrirtæki í Evrópusambandinu eru frekar að sækja til fjármögnun í Bandaríkjunum og utan Evrópsambandsins en innan þess og það er bara, þetta er bara menn er að dragast aftur úr í Evrópusambandinu í öllum þessum hátækni geirum. Á svo vondum tíma. Og þetta er, einmitt þess að segir, það er bara, ef það kemur vandamál innan Evrópusambandins, þá er það bara, já, meiri miðstýring, meiri samruni, meiri regluverk og meira að segja að þá eru tillögurnar sem Draghi leggur til eru meira minna á því að það þurfi bara meira þessu. Þetta er svona, já, og mikið regluverki, já, setjum fleiri meira regluverk og svo koma enn og reglulega að segja og hafa gert undan áratugi og segja, já, nú þurfum við að taka okkur á og skera niður og svo er það gert í smá tíma eitthvað smávegis, svo þetta meira bara í samanfarið. Þetta er eins og eitthvað alkohólisti sem er alltaf hægt að drekka og getur ekki hægt. Þú veist, ég meina, þetta er bara, þú veist, með fullir vinningur því, bara skilur, þetta er bara, þú veist, menn fara aldrei í meðferð. Þú veist, menn alltaf bara, við leysum þetta bara, en svo þetta menn bara í samanfarið. Það er eins og menn ráð ekki við þetta. Þetta er bara einhvern veginn svona menn bara, þú veist, þetta bara alltaf í samanfarið eftir, þetta er alveg ótrúlegt. Og eins og þú segir, við erum að fá hluta af þessu í gegnum EES-samninginn og það var nú bara núna í mokkanum í dag verið að fjallum tilskipunina fráveitumál sem er alveg ótrúið fyrirbæri og mun kosta 100 milljarða fyrir sveitarfélaginu landinu ef hún verið innleidd hérna og menn hafa verið að reyna að fá undanþágu frá því, það hefur ekki verið að ganga og við vorum undanþágu þessu áður, svo var eitthvað endurskoðað regluverki og þá þurfti bara að sækja það aftur og þetta er fráveitumál, þetta er bara svo gott dæmi. Fráveitu snýstu sko tilskipun sem að ávið meginland Evrópu, þetta er hugsað fyrir milljóna borgir sem eru við sömu árnar eins og Dóna og Saxelvi og þetta og er að dæla bara sínu fráveitu eða sínu skolpi út í árnar og þá þarf að koma upp gríðarlegum hreinsistöðum út af þessum aðstæðum og svo er allt stað við gerum þetta líka. Það sem að skolpið fer bara út í allasæði sem er náttúrulega með sína ströyma og bara dreifir strax. Þetta er ekki eitthvað ár þó að þessi stórar hérna í Evrópu
að þá hérna miklu minni staði og bæi, það fer út í sjóin í langklauðstífillum eða það með einhverjum ám sem ekki milljónaborgi við eins og Þjórsá eða Ölfusá eða hvernig það en við höfum samt að þeirra að setja þetta upp og þetta eru 100 milljarðar sem mun kosta í stofnkostnað og svo rekstur og þetta er svona one size fits all og svona rosalega mikið af þessu regluverki sem við fáum í gennum EES-samninginn og nú ég, þess að ég segi, það bara EES-samningurinn hátíð með það gangi Evrópusambandið því að hvað sem ESB-sinnarnir segja, það stenst ekki skoðun að við sem að taka meira hlutin aðeins hérna, það hefur aldrei verið sýnt fram á það og bara núna daginn var stækkunarstjóri Evrópusambandsins, stækkunarráðherra að talaði að við varum að taka big part stóran hluta af regluverkinu, hún sagði ekki meira hluta hún sagði ekki mikið meira hluta, big part og þetta í sama á fórustum minn Evrópusambands hafa sagt áður, svona ferðinu síðast töluðum significant part sem bara umtalsverður hluti og þeir myndu svo sannarlega segja meira hluti eða aukinn meira hluti eða hvað það að mikið meira hluti ef þau gætu það, en það stendst ekki skoðun sem fullleiningar við sem að taka upp hérna 70-80%, en þetta hugsunin hjá Evrópusambandið sem svo að reyna að samfæra fólkum að við séum meira og minna komin hérna inn og þess vegna getum við alveg farið bara inn og ég get sagt það að ef við förum í þetta umsóknarferli að því að málið það að já í ágúst þýðir einfaldlega að við munum hefja inngöngu í Evrópusambandið. Það sem það þýðir. Vegna þess að þá fyrir göng þessi aðlögun. Hérna áður fyrir var það þannig að aðlögun átti sér stað eftir að ríki gengi í Evrópusambandið, formlega. Og það var ekkert vandamál þá, af því að þetta voru Vestur-Evrópuríki, þeir bara voru með svipuð efnahagskerfi og svo framvegis, þeir gengi í Evrópusambandið, þá bara einfalda viðræður, enga skuldbindingar þannig, engin aðlögun eitt svoleiðis, og svo fórum menn í aðlögun eftir að við komin inn. Svo fórum menn og normenn og Svíjar og Finnar og Austurríkismenn voru síðasta ríkin sem fóru í gegnum þetta einfalda kerfi. Og þar lendi það Þorgerður Katrín segir að tala normenn fóru ekki inn á aðlögun. Það rétt, fóru ekki aðlögun, af því aðlögunarferli var ekki til þá. Síðan fórum menn að horfa austur á bógin, ríkin sem var nýkomin undir kommunismannum, leist ekkert á að fá þessi ríki inn. Og svo fara aðlögu. Þannig að aðlögunin sem hluti að gangi Evrópusambandið var færð fram fyrir formlega inngöngu. Gerð hluti af viðræðanum. Þannig að menn þurfa að klára þegar opnaði einn og einn hver kapli fyrir sig, þá getur opnunarskilyrði og lokunarskilyrði og þá ætlast til þess að menn sé að aðlagast regluverki Evrópusambands og stjórnsýslu samhliða því að fullu, sem sagt allt sem við höfum ekki tekið upp í gegnum EES-samning sem hellingur, að það þyrfti að gera það samhliða viðræðanum og það væri búið að gera það meira að minna þegar samningur lagi fyrir. Þannig að þetta ekki bara eitthvað að kíkja í pakkan og sjá hvað í boði og eitthvað kaffispjall. Við værum að byrja að gangi í Evrópusambandið ef að vera segja takt já í ágúst og þegar menn fullir að það eitthvað samkomulega hafi verið síðast um að þetta ekki aðlögun fyrir en eftir að samningur lagi fyrir og það hefur verið samþýttur. Það bara stenst ekki skoðun. Það stenst ekki skoðun út frá gögnum Evrópusambandsins, það sem klárlega kveðið á að farið fram á aðlögun í köflum sem fjallu ekki undir EES-samninginn. Það var reyndar þannig að það reyndi ekki mikið á þetta síðast, einfallega vegna þess eins og kemur fram á Evrópuvef Háskóla Íslands að menn sömdu nánast eingöngu EES-samninginn fyrst. Það var alveg undir blá lokin sem menn fóru að opna kafla sem fjallu ekki undir EES-samninginn og kemur til þess fram í fréttatilkynningu frá síðasta fundinum, stöðfundin í þessum efnum í desember 2012 en skömmu síðar setti Össur Skarphéðinsson sem þá var utanríkisráðherra málið og ís, þannig að reyndi ekkert á það. En í þessari fréttatilkynningu þá kemur skýrt fram krafa aðlögun og lokunarskilyrði sem að þarf að upplega ákveðna aðlögun og sem að í málum eins og skattamálum, tollamálum, byggðamálum sem að fjalla ekki undir EES-samninginn. Þannig að, og svo líka það að Morgunblaðið fyrir árinu óskaði fyrir öllum upplýsingum frá utanríkisráðuneytinu þetta samkomulag mynda, að það hefði ekki komið til eða þyrfti að fara í þessa aðlögun og eftir ítrekka tilraun til að fá þessi gögn að þá kom bara viðurkenning á því að það engin gögn til mynda samkomulag. Evrópusambandið kannast ekki við þetta. Það var viðtalið Mörtu Kors stækkunarráðherrann í RÚV daginn og þetta var rosalega skrítin frétt. Ég hef skrifaði pistilum á Vísi, það grein. Þetta var rosalega skrítin frétt. Það var fullirt í byrjun að hún hefði staðfest það hefði verið svona samkomulag síðast. Síðan kemur Björn Málkvist, fréttamaður út í Brussel og segir bara við hana, svona var þetta síðast. Er líklegt að þetta verði svona aftur, að hægt verið að gera svona samkomulag. Hann spyr hana aldrei að því hvort að það hafi verið svona samkomulag síðast. Og hún svarar því ekkert. Hún fyrir bara að tala að við sem að taka stóran hluta regluverkinu og síðan fyrir hann að tala að það getur verið í ákveðnum tilfellum þurfum við ekki að koma til aðlögunar fyrir en eftir að
samningu fyrir, bara í ákveðnum tilfellum. Þetta í samræðan þessi forystumenn Evrópusambandsins sagt áður. Það kemur fram í skýrslu Alþjóðamálastofnunar Háskóla Íslands sem gerði umsóknarferli á sín tíma að það var talað við aðstoðarmann þá var þetta stækkunarstjóri sem var þá í embættið þegar þetta var í gangi og hann sagði að Íslandi geta samið að í ákveðnum tilfellum yrði færi fram bara aðlögun eftir að samningu fyrir, en ekki sem sagt í öðrum, bara í ákveðnum. Þannig að allt þetta talum að þetta sé þetta svo skrítið, fyrst tölum við að engin aðlögun yrði, síðan fórum talum að það var engar óafturkræfar breytingar, síðan talum við að það var engar grundvallar breytingar, þú veist fyrst áttu enga breytingar, þannig að mennur mann að flýja á hverju skotgrunni fattir að það ekki talað þannig eða skjólinu og allt þetta eins og þessi ósamræð við gögn Evrópusambandsins segja bara þetta gengur út aðlögun, þetta bara þannig og allir svo segir við erum náttúrulega ekki í svo þessi frétt þá segir Jóhanna Vigdís við Björn en við erum náttúrulega alltaf hann stöðu en önnur ríki og hann fyrir að tala ég meina, við erum í alltaf stöðu það hlýtur að vera að það sé hægt að gera svona samkomlega aftur og mann bara dutti eitthvað svona óskikju þarna og bara svolítið opinberið sig að eitthvað eigin svona persónulega skoðanir og hann viðurkennir í þessu viðtalum þess að hún hafi ekki sagt neitt það hvort það svona samkomlega getur í boði og svo segir hún fyrsta skrefið að kjósa í sér þjóðargreiðslu og ef fólk segir já, að þá getum við fara að ræða þessa tæknilegu atriði. Þannig að þú veist, það alveg svona hvernig á þetta litið. Þetta gengur út aðlögun og ef fólk segir já í þjóðarkvæðinu, að þá erum að hefja eingöngu í Evrópusambandið. Það bara þannig. Þessi þáttur í boði Þorgrímsson & Co. fyrirtæki sem að flestir í byggingabransanum þekkja vel og það ekki af ástæðu lausu. Ef þú ert í einhvers konar verkefni, hvort sem að það smá heimaverkefni eða stærri framkvæmdir, þá þetta einfaldlega staðurinn. Þeir eru með allt frá veggefnum og loftefnum yfir í gólf, klæðningar og alls konar sérhæfðar lausnir sem að gera lífið þitt einfaldara. Ég hef sjálfur verslað við fyrirtæki gegnum tíðina einmitt til þess að finna lausn við hljóðeinangrun sem líka ástæðan fyrir því að hljóðvistin hjá mér eins góð og raun ber vitni. En það sem að kannski skiptir mestu máli að þegar þú rennur við í Ármúla 29 þá færð þú alvöru ráðgjöf, ekki bara einhverja vöru, heldur hjálp við að velja það sem rétt fyrir þig hverju sinni. Eins og segi, staðsettir í Ármúla 29 í Reykjavík en senda allt land. Mjög þægilegt, kíktu á thco.is eða thorco.is og skoðaðu úrvalið. Já, þetta það margt í þessu sko. Ég get tekið undir að mér hefur þótt mjög sérkennilegt hvernig, og það kemur inn á hana þriðja punkt sem að fer aðeins fyrir brjóstið á mér og það hversu lítið skotaði þið í heimsýn og fleiri. Maður tekur eftir því að þið eruð að reyna að koma ykkur í ákveðið svona debattform. Bara svo þessu hreinu, ég ekki forystjóri heimsýn, ég almennu félagsmaður, almennu félagsmaður. Ég ekki nei, okay. Það bara gamalli síðan, en ég meðan fín samtök, ég bara ekki þar í forystjóri. Hvernig sem því líður, að þá verðist að vera þannig að það einhverjir að forðast það að takast á þetta við þig. Já, ég og það mjög sérstætt, ég hefði aldrei trúið því. Svo ég klári punktinn, að þá get ég tekið undir að það ákveðin svona, ég veit ekki hvort það sé orð, flóttlegheit. Flóttlegheit? Já, okay. Sem að ég veit ekki hvort það sé orð, en mér finnst að lýsa þess eins vegar, að það ákveðin svona flótta, það margir flóttalegir þegar það ef við nefnum að tala upplýsingar það nákvæmlega í hverju þetta felst. Og það haldið svona á lofti að þetta sé þetta svona og svona og það ákveðnar upplýsingar sem að við getum ekki verið að segja ykkur núna út af því að það ekki alveg eitthvað sem þið höndlið og svona og ég hugsa með mér út af því að það var mjög ríkt í réttrúnan og ég veit ekki hvort manst eftir í þegar fólk var að tala svona að það ætti ekki að vera plattforma ákveðna einstaklinga og þá var það í flestum tilfellum einstaklingar sem gátu ekki tekist á við út af því að þeir var ekki með nægilega sterkur rök. En það dugði að segja þá ekki að vera plattforma þennan út af því að hann að segja þetta og þar alveg þetta og þú veist, svo slengt út hatur og þetta dót. Mér finnst svolítið sama vera upp á tenningnum núna að það sé svona verið að reyna að halda svona upplýsingum einhvern veginn á reiki, þetta alltaf í rosalegum 30.000 fetum, viljum við ekki styrkja okkar lýðræði? Vilt þú ekki að hér séu lægri vextir? Og ég
Jú, ok, en svona praktísku atriðin er ekki alveg fyrir hendi í þínu málflutningi og þá er svona þessi já, eins og segi, ég veit ekki hvort að flótlegheit hérna sé orð en hérna, mér finnst það aftur á móti lýsa þessu, þetta er þá bara eitthvað nýjirði sem ég ætla að nota í þessari á þessu svona þangtilega ágúst sko. Þetta er rosalega skrítið margt í þessu og eitt er það að þetta að rökin fyrir því að segja já eiga að vera þau að fá meiri upplýsingar maður fær endur aldrei uppgefu hvaða upplýsingar þetta að vera og þá segja menn bara já, ég meina við komumst að því þegar samninguleikum fyrir, sko, hvaða upplýsingar er sem vantar, en sömu aðilar hafa ekkert kynnt sér alla þær upplýsingar sem að þeir leika fyrir og ef þú vilt ef þú vilt fara í einhvern leiðangur sem kosta mikla peninga tíma, álaga stjórnsýsluna sem að á kostnað annarra mála sem eru alls konar brýtna mála til að fá einhverja upplýsingar og veist ekki hver er en þú er ekki einu sinni haft fyrir því að kynna þær upplýsingar þegar ekki fyrir þannig að þú veistir henni ekki hvort það vantar upplýsingar og hérna á sama tíma er fullt af fólki sem að getur þetta bara gert upp hugsin af því að það bara finnst nóg liggja fyrir og telur eins og forystuminn Evrópusambandsins har sagt að það liggi fyrir í öllum grundvallaratriðum hvað inngangi Evrópusambandið hefur fyrir með sér þannig að þú veist, þetta er og svo er ríkisstjórnin að loka einhverju upplýsingar inn í einhverju lokuðu herbergi sem bara þingmenn að fá aðgang að og megi tala um upplýsa almenning og sama, þú veist, þetta er svo steikt þetta er svo galið en þetta gengur allt út á það að reyna að fá fólk til þess að dingla fram henni einhverju upplýsingar og fólk heldur kannski að koma eitthvað A4 blað bara með einföldum texta sem að þetta mun allt vera bara listað upp og maður skilur það alveg því að þú veist, þetta er flókin umræða sumleiti þó að ákveðin aðili hafa pólitískan hagaði að gera enn flóknari einmitt til þess að fá fólk til þess að styðja það að vilja fá okkur samningaborðið aftur, samning þegar búið að kemur ekki að borðið þegar búið að aðalega okkur meira minna að Evrópusambandinu en hérna og þá hérna en staðrindin er svo að samningurinn verður já, ég menna þeir hafa verið á bilinu 150, 200, 300 blaðsíður þessi samningar eingöngu ríkja Evrópusambandi, það mun ekki lesa þetta frekar en EES-samningina á sínum tíma eða ICE-samningana, fólk mun áfram þurfa að treysta á sérfræðinga, fjölmiðla, stjórnmálamenn hvernig þeir túlka þetta og þetta verður ekki einföldu máli, þetta verður einhverju brusílsku sem ég skil reyndar já, það er hérna alltaf verið að undirbú okkur undir það sko hérna, að það sé verið að fara að ljúga fólki og ég reyni eftir fremsta megni að bera fram bestu upplýsingarnar um þetta en svo aftur á móti þeir sem eru með að tala um þetta í einhverju svona við erum að styrkja lýðræðisstóðir og sumir meira þess að við séum að auka við fullveldi með því að fara þann inn og framselja það já og ég er svona, þú veist ok, þú getur kallað þetta margt eða þú getur ekki kallað að við séum að auka við fullveldi við erum að deila fullveldinu en á saman tíma setjum við ekki saman borð og okkar vægi verður bara á íbúafjöldan hér og á meðan Þýskaland hefur sko í ráðherraláðinu 18,5% og við hefum 0,08%. Já, en höldum okkur við umræðan því að það er líka verið að segja mér sko að hérna það er einhver hræðilega öfl og ég eins og segi ef að Rússarnir eða Bandaríkjamenn eru að reyna að styðja við mitt framtak í því að hafa áhyggjur af þessu þá eru þeir með vitlausan bankareikning og ef einhver heyrir í þeim þá með endilega láta hafa réttar bankaupplýsingar því ég er alveg til í að taka við pening fyrir þeim það með náttúrulega móti ekki breyta minni afstöðu í þessu sem að er einmitt og þú hefur einmitt fengið þetta að þú sitt hérna greiddur penni og hérna allt þetta tótt sko leigur penni og ég ekki hvað Haukur Hauksson Evrópusambandsins anti-Evrópusambandsina ég var gaman að því það er hérna því það segir mér bara fyrst og fremst sko ég er gaman að þessu ég er gaman að díla þetta lið en hérna það segir mér líka það að þú ferð ekkert í þennan gír ef þú hefur máliðin rök þú ferð ekkert í mannin ef þú hefur rökin og þetta er veikleiki þetta sýnir bara þessar aðilar þegar maður kannski setur eitthvað á Facebook og fæst eða pistil eitthvað og þá fara maður byrja að leigu pennin og eitthvað svona, þú veist, kemur einhverjir þetta eru ákveðnir aðilar ég meina, ég get alveg skilið það að það sé til fólk sem að velti fyrir sig hvort að ég sé mögulega launum þetta bara út af því að ég skrifa mjög mikið þú veist, ég er búin að skrifa frá því 1. desember 2004 ég er búin að skrifa yfir 800 pistla á síðanum mín aðalega og hlutaði fyrir Mokkan og Vísi en ég hef sára lítið fyrir þessu ég hef miklu minna fyrir þessu fólk heldur ég vann í 10 ár á MBL þegar skrifa 10-12 fréttir á dag málsíðan þurfti fyrst að setja minni langlegs tilfellum mér munir ekkert það að skrifa í mínum frítíma einhvern 1 pistil á dag eða kannski 2 stundum hérna málsíðan gjörð þekki sem ég sest niður og þetta er kannski kortið 20 mínútur að skrifa 1 pistil þú veist að þetta er bara í haustum á mér og ég veit hvað gögnin er og ég þekki þetta bara svo vel en ég man eftir því að ég var margar vikur að ég skrifa kannski einn pistil en ég er bara ekki þar í dag ég er bara þetta þjálfun, þetta þekking og svo framvegis en fyrst og fremst er þetta hugsjón
og ég brenn fyrir þessu hugsun, ég hef samfæringu fyrir því að þetta sé best fyrir Ísland og land og þjóð að ganga ekki í Evrópusambandið, halda áfram að stjórna okkur málum við sjálf og það eru mín laun eru það að bara þessi góða tilfinning að hafa hugsun sem ég virkilega trú á, berjast fyrir henni og svo framvegis og ég vona að þetta fólk sem að tala að ég hljóti að vera launum að það mæli ekki allt í peningum, ég meni ég sjálfstæðismæður en ég mæli ekki allt í peningum, segi ég stundilega grína sérstaklega vinstri mennina að sem hafa ákveðna svona staðalímyndur sjálfstæðismenn að þeir hugsi bara með peninga en svo hefur verið sagt um mig, þú átt bara að þiggja laun, ég meina allir að setja launum en þú veist, ég það ekki og það skiptir mér máli að það ekki satt, ég ekki á launum við að skrifa þessu písla, ég hef ekki verið það og ég verða ekki en ég skil en ég segja að fólk kannski út af því hvað ég gerir mikið að þessu, hvað fólk velti fyrir sig, en svo eru hinir þessi sem fyrst og sem tala um þetta það eru þeir sem að reyna að koma að höggja á mig og reyna einhvern veginn að draga úr trúlegum meira þess að utanríkisráðherrann, Þorgerður Katrín síðasta haust, að þá skrifaði MBL eitt pistilinn minn þar sem ég var að fjalla það að þeir fengu þarna heiðursgest á landsþingi sitt Viðreisn sem harðasti sambandsríki sinni inn í Evrópu sem hún getur bara fundið og hann tala ekki bara sambandsríki í ræðu sinni heldur að Evrópa sitt að vera heimsveldi og þá var staðið upp og klappað fyrir þessa ræðu og ég bendi bara þarna að Viðreisn svona bara fjúpa sig svolítið með þessu og hún vildi nú ekki meira það, þetta var hans persónulega skoðan eitthvað en svo hún spurði þetta þessi skrifu mín og þá segir hún að ég ætla ekki að eitthvað sá hann eða orðum í greina skrif Hjartar Jó Guðmundssonar sem hann fær greitt fyrir hún ætlaði sérst alveg að tjá sig það og bregðast við því en fari í mannin í staði þess að ræða þetta efnislega og Hefur hún ekki þóra að takast á við þig? Mér skilst að fjölmiðlamönnum að þeir hafi kannað hún vilji það ekki en það eru Við verðum að láta reyna á þetta Já, endilega, það væri svo gaman að tala Þorgeiri og ég til að tala hvert sem hvaða ESB-sins það var fjölmiðlar reynt að fá helstu spraututur þarna til að vera á móti mér og þeir vilja ekki Nýr samstarfsaðili þessa þáttar Kaldi. Kaldi bruggaður á Árskógssandi þar sem að hreint íslenskt lindarvatn og vandað handverk fara saman. Kaldi fyrsti handverksbjór Íslands og hefur frá upphafi lagt áherslu á gæði, hefð og gott bragð. Notast við vandað hráefni og klassíska bruggaðferðir sem skila fersku og hreinu bragði sem að Íslendingar kunna svo vel að meta. Hvort sem úr að fara að njóta rólegrar stundar, hitta góða vini eða fagna sérstöku tilefni, þá Kaldi alltaf vel við. Stolt norðlenskt handverk, bruggað af metnaði síðan 2006 og skál fyrir því. Jú, kæru hlustendur, hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem að vilja gera hlutina almennilega og eitt af þeim að sjálfsögðu alvörubón. Alveg eins og þetta hlaðvarp leitast við að auka viðnámsþrótt samfélagsins, eykur alvörubón endingartíma bílsins með því að halda honum hreinum og fínum. Hringið í síma 5880705 eða sendið á alvörubón@alvörubón.is. Nú ef þú vilt einfalda þetta fyrir þér enn frekar þá kíkjurðu bara á staðinn að Viðarhöfða 2A og lætur fagmenn sjá að bíllinn þinn sé hæfur til þess að vera séður á götunum. Og ég bara hef skorað á Davíð Ægjesson til þess að mæta mér á Facebook, hann ignoraði alveg, hann ræðir alveg annað en vill ekki tala um þetta og ég bara væri svo til, mér var alveg saman hverða, bara meiri áskorun betra. Eða þú veist bara Davíð Ægjesson, Sigmar Guðmundsson, Magnús Árna Skjöld sem segir alltaf, já við eigum þetta að gera setna, en þú veist, svo er hann aldrei til í að mæta mér. Ég bara, þú veist, hvað hafa þessi menna óttast? Ég skal sko, mér sagt... Ég meina Rúf búið hendin hanglaðin allavega gagnvart í að taka þátt í þessu umræðan, en við þurfum bara að búa til eitthvað Já, ég meina, þú veist, það væri svo gaman. Ég alveg til í að vera eitt svona og spjalla við þitt svona, en það er miklu skemmtilega að eitthvað annar á móti manni. Það er svo gaman. Það væri sumir fari, ég meina Helga Vala Helgadóttir, má eiga það að hún meiri punkin þessi kallar, þú veist að hún hefur alveg, ég mætti henni tvisar og það er hún er bara mjög almennileg kona og ég kann vola vel við hana og ágætt á milli okkar, við erum bara ósammála og getum alveg tekist á það en ég held að ég hef nú alveg það var ekkit mikil áskorun verð ég að segja, með fullur virðingu fyrir henni, hún bara stóð sér ágætlega en ég þekki smá rosalega vel og ég hef stundu veltið fyrir mig, ég að gera eitthvað, þú veist, það kvarlar á menni, gerði ég eitthvað ramt með að setja mig svo vel inn í þetta þú veist, þannig að fólk, þú veist vill ekki ræða við mig en auðvitað þeir sem að þurfa þá bara þetta hinir aðlætna sem þurfa að setja sig betur inn í málin og eitthvað, ég veit ekki ég hef reyndar engar ágerðið þú setja sig betur inn í málin þetta hljóma kannski svolítið svona Kíkja pakkan ég meina, ég hef bara engar ég hef bara búin að kynna mig þetta vel
ég hef lesið ógreina efni frá Evrópusambandinu, frá ESB-sunum, ég les alla greinar, allt sem kemur frá ESB-sununum, les ég og og ég bara hef engar áhyggjur af og ég bara samfærist enn frekar það að ég hef rétt fyrir mér sko, auðvitað það er bara mín samfæring, ég get ekki haft samfæringu fyrir aðra, það verður hver og einn að meta þetta sínum forsendum og fólk getur gefið sér mismunandi forsendur og komast þar að mismunandi niðurstöðu, en ég hef mína samfæringu, ég hef ekki lent í einhvern sem getur sýnt fram og rangt fyrir mér. Nei, bara, það sé bara sagt, ég menna það er bara sem að lýsir sig kannski best í því að menn bara einhvern veginn leggja ekki í það einhvern veginn að mæta mér, en ég hef bara nú tækjað að skora á ESB sinna, harða ESB sinna þingmenn og aðra, að mæta mér bara í Já, við þurfum að búa bara til vettvang. Það var bara gaman. Það ekki, við skoðum þetta, en þetta hljóma náttúrulega ógeðslega hrokkafullt hjá þér, sko, en ég veit að hljóma, en þetta er bara svona, ég er ekki þannig í eðli mín, sko, en þetta er staðan, þetta er fáruleg staða, en svona er þetta. Ég ætlaði bara að taka undir, að ég ætla að veit ekki neitt sem að er með, svona, þú ert að fara á, í ykkur svona rófgreiningu og skoða hvort að þetta sé ekki bara hvort þú allavega með hvað þeir eru byrjað að greina marga, þá eru að greina þig með eitthvað. Ekki öll með eitthvað. Þú veist, ég er bara, ég útiloka það ekkert að menn geti komið með eitthvað rök sem að geta tæklaði sem bara, þú veist, en látum reyna á það. Já, látum reyna. Þú veist bara, tökum slæginn, ég meina, það verður bara gaman. Það verður bara gaman. Hjörtur J. Guðmundsson, takk aðeins fyrir að koma, við gerum þetta aftur í sumar. Takk fyrir að koma. Það var gott.